Við ætlum að ræða Evrópumálin sem líklega það sem að fólk talar helst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi. Fyrir utan kannski sólmyrkvann sem er á morgun. Já. En hingað komin Gauti B. Eggertsson. Hæ, takk fyrir að fá mig heimsókn á sig. Já, gaman að hafa þig hérna á landinu. Vanarlega, ef þú býrð út í Bandaríkjunum Já. á Austurstræti. Já. Það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn. Núna, þú sógast inn í Evrópuumræðuna. Síðan lendir einhver umræðu. Já, því að þú komst hérna í vor og þá vorum við að tala öryggismál. Já, og þú var svolítið að tala að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira. Ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamninginn. Og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu. Þú var svolítið á þeim buxunum þá. Já, það var svona bara það sem að kveikti í mér fyrst að það væri mikil ástæða til þess að fara að hugsa alvarlega Evrópu bara sem áhættustjórnin vegna þess að ég aldrei verið sérstaklega heitir Evrópu sinni en samt frekar jákvæður já, það En umræðan núna, hún meira svona þitt sérsvið sem efnahagsmál. Já, og það náttúrulega líka annað sem að og hefur, eftir því sem ég hef skoðað betur, þá hefur ýmislegt breyst síðan ég var, þegar ég útskrifast úr Háskóla Íslands, það var 1997, hvorki minn, þá skrifaði ég grein hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona, mín greining var já, en það var svolítið á mörkunum. Þú veist, það var rök á móti, en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gert þau rök miklu sterkari en þau voru þá. Að taka upp evru. Já, og ég get sagt þér af hverju hvað þau breyst. Við erum náttúrulega eitt minnsta myntsvæði heims með fljótandi gengi. Ég hélt nú að vera minnsta, kannski einhver eigaðan út fyrir Indland, en það var nú einn að halda þið fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki rekist á sem var jafnvel minni með mynd en það þýðir ekki það að við getum ekki við þessi þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að Sumir myndu segja að það sé bara hluti að því að vera sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínum eigin efnahagsmálum. Já, ok, það sem ég ætlaði nú að tala ég er ekki endilega vissum að það sé málið, það var náttúrulega sjálfstæð ríki hér þegar allir voru á gullfæti, en ég minna, ég held að það hef ekki en förum bara yfir hvað býr að baki þessari hugmyndum að sé gott að vera með eigin mynd. Það er fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það rýður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verði ekki fyrir. Og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru aflabrögð og sértækksjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hluti af þjóðfélaginu. En síðan það sem hefur gerst, og það kom fram í þessari skýrslu sem skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórnina, er að núna, eftir að við gengum í evrópska efnahagssvæðið, þá efnahagssveifla hérna á Íslandi orðið mjög samþættir evrópsku. Miklu meira. Það eru mikil viðskipti við Evrópu. Já. Og, það var nummer 1, en síðan nummer 2, af hverju er það gott að breyta genginu? Og það var hugmynd, og þetta er hugmynd Mundell sem að bjóð til þessa kenningum hvað væri svona hagstætt myntkerfi. Þá var hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður, fyrirgefðu nafnlaunum, það er erfitt að borga fólki minna í krónum, en ef einhver verðbólga þá lækkar raunin og þá verður ekki annars gæti þessi skellu birst í atvinnuleysi. En grundvallar forsenda hans, og þess vegna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myntkerfi en Evrópu ekki, grundvallar forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var. Og það er þessi stóri munur náttúrulega sem eru orðið á að við erum að fá svo gífurlega mikinn fjölda erlendra launþega frá Pólland og annars staðar sem eru að koma hérna inn þegar atvinna er há.
hvað myndi gerast ef það væri engin atvinnutækifæri? Sum fara tilbaka en ekki öll. En það er bara miklu meiri sveigjanleiki en það var. Ég er ekki að segja að allir myndi fara. Það er miklu meiri atvinnuleysi meðal innflytjenda heldur en innfæddra. Já, en bara almennt talað, sko, þessi sveigjanleiki, það er orðið annar svona höggdeifir, ef svo má segja, sem að, þú veist, við erum í allt annari aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni yngum að þetta huga að flytja út. En reyndar á þeim tíma var það nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavíu ef að illa áraði og koma tilbaka Íslendingar sjálfur. En núna erum við komið fólk beinlínis hérna til þess að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komi hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra, ekki allir sem náttúrulega festa rætur og það er alltaf gott að blessa, en margir eru að koma í svona stuttan tíma, taka svona vinnutörn og fara síðan tilbaka. Þannig að með veru okkar inn í Evrópska efnahagssvæðinu sem er sameiginlegur vinnumarkaður, að þá fara þessi rök að Já, þau bara vega miklu minna, þannig að við erum með miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á fyrir aðstoða bankastjóra Seðlabankans Arnór Sighvatsson að gengið kannski ekkert sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndin svo að auka á útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur, þeir ekkert að bregðast mikið við breyting í verði, ég myndi með kvóta og álið ekkert að breytast. Það kannski helst ferðaþjónustan. Það ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fisk verður lækkar. Eins og var hann þegar það leiti þegar þú varst að skrifa ritgerðina 97, þá var það eiginlega svona Já, nei, sko þá var hugmyndin svo, eða þú veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að með gengisbreytingum þá aukist eftirspurn. Samkeppnishæfni útflutnings. Já, en stór hluti af minnst vörútflutning sem hér ekkert að bregðast mikið við verðsveiflum eins og búið ákveða kvótan og álið hvort ekkert verðlagt í íslenskri mynt, sko, þannig að og rafmagnssamningar gerðir mörg ár fram í tíman, þannig að þú veist það kannski helst það að það valdi verðbólgu sem bara minnki raunlaun verkafólk, sem þá spurning hvort að það sé endilega sú leið sem viljum fara. Og það hefur líka alla þessa sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að atvinnurekendur hafa viljað, þú veist, jú, við skulum bara gera þessa samning og síðan láta stjórnvöld, að það var á sín tíma, síðan láta bara stjórnvöld fella gengið og þá brann það upp í verðbólgunni, sko, og það var að batna núna. Og það kannski deilt að kort koma undan. Hænan er ekki. Þetta gengisfellingar eða gengisfellingarnar leita til launahækkana. Já, það kallar höfrungahlaup, minni mig. En svo tími þess að ég var alveg upp, þú var eitthvað yngri. Að þá var gengið eiginlega tengt afkomu í sjávarútvegi. Já, það var enda þannig þegar ég man eftir mig. Já, sumuleyti reynt að hafa það svipað og víða í auðlindadrifnum hagkerfum, að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegurinn þoldi til þess að hér kæmi inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur, þá var gengið fellt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri. Já. En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það er lítill hluti. Já, hann hefur náttúrulega bara og álið, þannig að það er umverulega engin ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum tök á því að geta fellt gengið. Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir hrun miklu nútímavæddari seðlabanka á laggirnar þar sem við vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með við þær aðstæður sem þeir eru að klíma við, en staðurinn er náttúrulega bara svo að reyna að halda sjó með þessa örmynt er bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana veslað og kannski, þú veist, það er kannski meiri spekulasjónu vegna þess að það að vera með minnsta
myntkerfi í heimi þýðir að það er ekki til sérstaklega margar rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta ég held að það kunni að vera vanmetið svolítið. Skrítið því hagfræðingarnir íslensku skuli ekki hafa rannsakað þetta? Sko, veistu það, Hannes Hólmsteinn, þið gaf mér eitt gott ráð, við erum stundum að bítast á Facebook, en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólanum, ég tók kúrsana sem voru mjög skemmtilegir. Hann sagði að sko að þegar þú færir í framhaldsnám að ekki fjalla Ísland, ekki gera rannsókn vegna þess að þú veist meira það en prófessorinn og þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér. Þetta var mjög gott ráð, þannig að ég ákvaði eiginlega þegar ég fór í framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland. Ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir hrun. Þannig að ég sko ég í sjálfum sér ekkert ég verið blandað mig meira í umræðu hvað var það sko Evrópska seðlabankann og bandaríska. En þetta hérna jáarar svo kallaðir, þeir eru ofta að tala hvað krónan sveiflast mikið. Já. En ef maður skoðar sveiflur á krónunni svona síðustu 15 ár á þessu tímabilið sem komið meira jafnvægi inn í íslenskt efnahagskerfi með ferðaþjónustuna og þessu slíku, þá krónan ekkert að sveiflast meira heldur hvernig mynd. Já, en þú náttúrulega takin í myndin að það hafa verið mjög mikil gjaldeyrishöft sem voru ekki lyft fyrir hvað 2018 eða 16 og en ef við færum bara það tímabil þá bara 16 og 18 þá ekkert svona teljandi sveifla á króninu umfram aðra myndir. Jú, ég var nú að reikna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér. Hún nú reynda meiri en á evrunni. Það ekki alveg rétt sem að fram hefur komið. En ég ekki með tölun í kollinum. En ekkert í líkingu við það sem það var, ég meina ekki eins og það var. En ég meina við sjáum að sko það sem ég var áhyggjur af núna ef þú lítur bara á ástandi eins og í dag þá verðbólgu væntingar sem svona akkerið þær ekki það sem viljum það séu, þær farnar akkerið að losna en verðbólgan há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verði miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúið þetta að reka þessa mynd. Þannig að sko og ég meina við sjáum það sko fyrst og síðast náttúrulega sjáum við það á þessu rosalega vaxtastígi sem við búum við og þá ekki bara við nafnvextina sem náttúrulega hærri en allt þar annars staðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna áratugum saman og við sjáum bara í verðtryggðum lánasamningum að raunvexti hérna síðast sem ég skoðaði sko, það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það raunvextir þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í verðbólgu, það 4,5 á meðan þeir eru sko á mjög þröngu bíl á evrusvæðinu svona í milli miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem að kaupa sér sitt fyrsta hús þá það bara, það rísa það bara 60 milljóna króna hús 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem, þú veist, eins og maður segir ensku adds insult to injury að í íslenska dæminu þá þetta eiginlega meira minna útborgun sem þetta kasta út gluggan vegna þess að þetta vaxtagjöld á meðan í hinu dæminu þá það í rauninni að borga upp húsið. Eignast eigið fé. Já, þannig að það, þú veist, og tölunar, það viðurkenni, ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein þetta og hérna, ég birti hana opinberlega með útreikningum og hérna, hef nú reyndar ekki fengið nein svör við því annað en bara dylgjur. Það var ekki reiknað þetta út sýnt mér fram á Hver Íslands álagið á unga húsnæðiskaupendur? Það? Já, það bara það bara á, sko það ekki bara húsnæðiseigendur. Þetta bara einn mælikvarði á sko, þetta bara augljósasti stafinn vegna þessi beinlínis hagsmuni fólk. En ég meina, þetta ekki síður alvarlegt fyrir smá og meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stórfyrirtækin. Vegna þess að, þú veist,
rannsóknir í hagfræði benda til þess að þessi sprotafyrirtæki sem að þrífa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðgang að útryðu fjármagni. Og það, þau tækifæri sem þannig fara forgur, það erfitt að mæla þau. En einhver geti sagt að þetta náttúrulega bara mannanna verk hátt vaxtastig á Íslandi og ef að aðra þjóðir geta lifað við það að hafa raunvexti í stýrivaxta bara nálægt 0, þá getum við alveg gert það sama. Þannig við erum ástæðis fyrir að vera með stýrivextin upp í 8%, við getum bara sett hann upp í 5, ef við viljum. Já, ef við gerum það myndi verðbólgan fór möndunum. Þú verður náttúrulega stýrivextinir endurspegla það álag sem þú verður að halda stýrivextunum fyrir ofan verðbólguna til þess að ná markmiðið þínu og það er að tala út frá, það er að tala um þetta út frá einhverja hagfræðiteóri sem ég myndi setja alla áhorfendur og hlutur okkar bara umsögulaust svæfa þá. Þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna. Það eru 21 ríki í evru samstarfinu og ákveðri byggist evran. Það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans. Og það er bara það sem gerist 99, að það eru lönd sem hafa verið í mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöðuga verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja, mikið verður nú gott að geta búið við þennan stöðuleika. Og hvað er það sem við sjáum gerast? Við sjáumst að gerast í landi eftir landi, Spán, Portúgal, Ítalía, að álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var meira sér vandamál. Það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flætti inn fjármagn. Og þú veist, þetta er bara 4 fyrstu ríkin, en síðan getum við talað Finnland, Eystrasaltsríkin, þetta er 20 ríki og alltaf gerist það sama. Að þegar þau ganga í evru, þá kemst á stöðuleiki, það fer út þetta áhættu álag, út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynt og lítil viðskipti í henni. Þú ert í rauninni bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdarlögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það er engin ástæð til annars en að ætla að við munum það búa við sambærileg kjör. Þú myndir nú ekki vilja segja að það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast. Nei. Það er þetta með Seðlabanki Þýskalands, hann er ekki jafn sterkur í dag, eða þýski efnahagurinn er ekki jafn sterkur í dag og ríkisfjármálið er ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina? Þeir skuldast að þýska ríkisins er nú alveg ágætt og innan Maastricht skilyrðina og hún er líka frekar góð hér. Við erum kannski með 13 lægsta skuldahlutfalli. En við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af hugsaðu bara hversu mikið við getum spara, við erum með eitthvað rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin. Þú getur bara hugsað hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtu niður í 1. Það er bara mæri gífulega stór hluti af útgjöldum ríkisins. Þetta er nú oft sést það sem er borið saman skuldahlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin. Það sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en Gríkirnir þótt að þeir skuldi þrefalt meiri en við. Já, eitt sem að fer svolítið í töguna mér þegar er bara þess að maður deili með fólki í frústrasjón. Þegar fólk er að segja skuldast að Ísland miða við Evrópusambandið. Það er ekkert, finnst mér, áhugaverður samanburður. Þú spyrð skuldahlutfall Íslands miðað við þau ríki sem eru í Evrópusambandinu, sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona miðjan hóp. Út af það gekk mikið þessum málflutning Ísland væri best í heimi var að taka eitthvað meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur austantjalsblokk sem er að ná okkar lífsgæðum hratt. Þú viltist bera okkur saman við Írland og Skandinavíu? Já, ég bera okkur saman við Luxemburg og Belgíu og Holland og Þýskaland og Svíþjóð og Danmörku og ég meina, við erum ekki nýtni
annarri deild en þessi ríki, við erum bara að ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild. Bara, það ættum að vera stolt af því, við þurfum ekkert að vera standa á tánum og bara, þetta lýsir einhverju, já, mjög, Kannski eru það sem þegar fólk að segja þetta, þá það raunverulega að segja að við höfum náð þessum árangri þótt að við séum ekki inn í ESB. Þannig að til hvers við að fara inn í ESB að sækja árangur sem við erum þegar búin að ná. Já, ég meina, þú veist, ok, ég heyrti þessi rök, sko, af hverju ættu ungt fólk af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk greiðir þessum peningum mánaðarlega í vaxtagjöld vegna þess að hlutfallslega býr meira unga fólk í eigin húsnæðan á Ítalíu þar sem það er ekki hægt að draga karlmenn út úr frá mömmu sinni. Ok, á Ítalíu búa kannski margir heim hjá mömmu sinni. Það kemur málum bara ekkert við erum bara að hugsa hvað er gott fyrir okkur. Væri ekki heppilegra fyrir okkar börn þegar þau kaupa sitt fyrsta hús að borga miklu lægra í mánaðarlega í útborganir af sínum húsum. Þú veist, við erum búin að ná góðum árangri, það þýðir ekki það að þú veist, það eru einhverjir fullt af tækifæri sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur og af hverju ættum við ekki að gera það. Þannig að þú í vor var það öryggismálin sem þú taldi vera ástæð til þess að hugsa alvarlega fyrir evru. Núna nefnir þú eiginlega evru. Já, það er náttúrulega fullt af rökum, skilur. En stærstu rökin evran. Nei, sko, ég myndi, sko, fyrir mér ef ég bara segja eins og bara, ef maður fer yfir þau sem eru stærstu, fyrir mér náttúrulega bara, fyrir fullveldi landsins, fyrir, við erum að tala núna að Bandaríkin eru farin að leita að olíu innan lögsögu Grænlands. Þannig að, þú veist, sem sagt bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða í öryggisbandalagi þá það náttúrulega bara númer 1 þegar stóðir NATO virðast vera fúna. Heldurðu að ef Grænland væri hluti af Evrópusambandinu? Heldurðu að Bandaríkjamenn myndu ekki leita olíur? Nei, kannski myndi gera það en ef þau væri ekki hluti af Danmörku væri þau líklega komni lengra og væri bara hreinlega búin að taka við landið. Ég meina þú manst hvað var að gerast á þessum tíma þegar voru að tala að fara þann inn þá sendu þjóðir Evrópu hermenn til Grænlands. Það var 1 og 2. Já, en það var eins og þau sögðu á danska þingi, þetta er bara tripwire og þau bara sögðu, já ef að Bandaríkjamenn komi hérna yfir þá er það bara declaration of war. Þannig að þú veist, þið bara beinlíni settu línuna í sandinn. Hefði þessi ríki farið til Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta af danska ríkinu? Hefðu þau komið til Íslands? Ég veit það ekki. Kannski ekki. Ef við værum í Evrópusambandinu er ég samferður að það væri jafnvel ennþá sterkara vegna þess að við værum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja. Þetta er svo náið samstarf sem á sér stað þarna og það er að þróast upp í varnarsamstarf líka. Þannig að sko, ég held en ok, það eru bara varnarmálin. En þú ert að segja það að í víðsjárverðum heimi og breytingunum í Bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt á því að vera utan bandalaga. Já, ég er ekkert endilega að segja heldur bara að ógstafi það, þannig að Bandaríkjum, ég meina við erum bara að tala það er að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið Kínverjum mikinn áhuga á Íslandi. Við erum með Putin sem virðist hafa áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólafur Ragnar hefur sagt þá búum við þeirri gæfu að vera mjög hernaðarlega mikilvægum stað en drefa því þá álæktun að það þýði að við eigum ekki að vera inn með bandalögum sem að ég skil ekki alveg hvað Jú, það er oft hann að heyra hjá Ólafi, hann telur að þetta sé verðmæti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar, það sé hernaðar mikilvægi Íslands. Já, en á þessu stígi máls fyrir Bandaríkin með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast, ég meina þá bara rétta þau í samningin. Ég held að, en býttu, við vorum bara að tala sem varnarmálin auðvitað sko, ég var bara að segja það svona kveikti minn áhuga en síðan náttúrulega kemur maður hérna að reyna að fara að gera upp íbúð svona eins og heyrir umræðuna og margt í henni sem mjög, við erum aðeins búin að tala evru, það er stór þáttur en það eru líka aðrir sko og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það er ekki bara það öryggismál
virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið, heldur líka skipan viðskiptamála og þar líka mjög mikilvægt að sko það tala það, við erum að fórna svo miklu vegna að núna getum við ekki gert þá tvíhliða samninga. Sko, við erum 400.000 manna markaður. Það hefur engin áhuga, það hefur engin viðskiptalega hagsmuni. Við erum með svona samninga við Kína og Indland. Já, akkurat það sé. Það ágæti spurning, sko, hvað ákveður Kína sé að sína þessu áhuga hérna. Er það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunarsamning í Kína? Jú, það jákvætt, en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samningaviðræðum við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítilli viðskiptablokk þá þetta að nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnaðsleg tengsl við lítið ríki á borð við okkur sem eru ótengt öðrum, þá þetta að nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum. Á meðan ef þú ert í tollabandalagi með 450 milljón manns, einu stærsta efnahagssvæði heims, í Evrópusambandinu, þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar. Vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild auðvitað við miklu sterkari sú heild í sterkari samningsstöðu en 4.000 manna markaður sem í sjálfu sér engu skipti. En það líka annað. Stundum getur það verið kostur í samningum að því það ekki ógn af Íslandi. Mér minnir að ég hef heyrt Óla Ragnar segja þetta þegar hann var forseti. Að það sem ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki. Sko Bandaríkin hafi ekki einu sinni sýnt okkur áhuga á tvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig þeirra spurningar af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu og ég ekkert viss að svari við því væri sérstaklega hugreistandi. En hérna ég veit ekki sem hann sagði mér að þetta er svona tilraunaverkefni, þetta væri svona skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samninga ákveð gerir ekki velja þá eitthvað svona sem ekki óknir af. Já, skiptir engu máli en ég er ekki viss að við getum byggt mikið á því í framtíðin og líka það gefur þeim leverage, það gefur þeim en Gina, sko, annað við þetta tollabandalag sem ég held að sé jafnvel ennþá mikilvægara vegna þess að mér finnst þessi, sko, ég meina Evrópusambandið líka að gera samningu við Kína og Indland. Vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur. Ég meina, þú myndir að bera saman við þann samning sem við gerum. Við höfum sett mjög sterkar kröfur að vernda okkar, eins og að sagt að intellectual property right. Nei, þeir eru með samningsstöðu. Það er náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem er. Þannig að ég efast, ef þú myndir bera saman þá samningi sem út í koma, held ég að það verður mjög fróðlegt. Alveg eins og hérna þegar fólk ber saman samningar sem við gerum með Bretland með við Evrópusambandið, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandið en fyrir okkur. En það sem ég ætlaði að segja líka var það að það annað að vera hluta þessu tollabandalagi sem að myndi skipta gífurlega miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi er það núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá Nýju Mexíkó, það kemur hvaðan sem er og komum við dyrna bara nokkur dögum setna. Hérna, ef þú ætlar að kaupa ykkur á Danmörku, þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt. Þetta fyrir í tollhúsið og fær á, það er einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan er oft lagt líka á virðisaukaskatti hérna sem að í rauninni ætti Danir ekki að gera vegna við gerum það, en þetta er svo lítið svæðið bara nennaði ekki að standa í því að vera að fiffæti. Þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leyti er mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það er bara ekki einu sinni möguleiki ofta að panta frá þessum ríkjum vegna þess að vesen var tollamál og vinna úr það er ekki samhæður okkar virðisaukaskattur við þeirra og þetta myndi allt gjörbreytast. Þú getur keypt notaðan bíl frá Þýskalandi án þess að það væri neitt vandamál. Það er nú verið að flytja svona bíla inn í dag. Já, sem ég finnst nú tjónabíla meira að segja? Já, sem ég sýnist nú segja sitt ástand markaðsins hérna. Ég ætlaði að kaupa bíl hér og vegna þess að sonur minn býr hér núna og við keyptum okkur mikla glæsikerru í Bandaríkjunum og kostaði $60,000
Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og ætlaði að kaupa bíl á svipuðu verði og það var bara einhver 8 ára Kia sem var keyrður 10.000 10.000 kílómetrar þar að ég bara, hvað er eiginlega að gera? Svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrra bílar og nota þetta bara mjög skrítin verðlagning, þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytja inn og það kom í ljós ég myndi bara stór græða á því og það er eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því veseni að flytja inn bíl og græða á því frekar en að kaupa frá mönnum sem og þess vegna hafi þessi viðskiptatæki fróðið til eins og Ástur Magnússon hefur, þú veist, uppgötað þetta að hann getur keypt bíla frá hinum þessum löndum og flutta á inn nota það og selta það þarf ekki að ganga í Evrópusvöldið til þess, það er það sem ég er að menna sko. Nei, það sem ég er að segja Akkur þetta segja þetta verði það er ekki verðið í Heklu það sem ég er að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beint frá Þýskaland, þú ert ekki Ástur Magnússon til þess þetta verður bara svo miklu einfaldara þú getur fara að panta þessa hluti á internet, þau koma bara beint til þín þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði þetta verður bara eins og panta frá Hveragerði á meðan núna er þetta náttúrulega vesen og þetta fari gegn Ástur Magnússon til þess að leita nótið bíl fyrir þér þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem er að selja notaða bíla sem er að senda út alla Evrópu það er það sem ég er að segja sko, að þessi viðskiptakostnaður hann er farin og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar við erum að tala sömu mynt. Já, ég ætla aðeins varandi myntina. Við stöndum ekki skilyrði til þess að ganga inn í evruna? Við stöndum 2 mikilvægustu skilyrðin sem er náttúrulega hvað var að ríkissjóð sem eru ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hver eru hinn skilyrðin? Þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með verðbólgu að gera og stöðuleika gengis. Munum við standast þau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svarið við því held ég sé að já, það mun gerast mun fljótar en fólk telur vegna þess að eðli marka er þannig að strax þú kemur með trúverðulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverðulegan endapunkt, þá auðvitað bregðast markaðarnir við. Og þarna, ef við myndum ganga í þetta myntsamstarf eða stefnaði þegar að fara í gegnum svona ERM2 system, þá þurfum við ekki að reiða okkur einhvern gjaldeyris varasjóð okkar, þá erum við bara með ótakmarkaðan gjaldeyris forða hjá Evrópska seðlabankann sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverðulega áætlun varðar stjórnun peningamála og ríkisfjármála, þá efast ég ekki að þau skilyrði verði uppfyllt tiltölulega fljótt. Ég minna tók Slóvakíu 3,5 ár að taka upp evru. En sko aðlögunin á sér stað miklu fyrir hún tekur upp sjálfan peningin. Það strax að hann verið trúlega sem getur gerst 2-3 ára áður og þá sérðu strax samhverfuna eiga sér stað. Þannig að það að segja, þetta er svo furðuleg rök sem maður heyri hérna. Já, ég meina ef við getum ná þessum skilyrðum, já, erum við ekki þá hvort komið í afgóða aðstöðu og ég meina, þú nærði ekki þessum skilyrðum nema þú sért með trúverðugt markmið sem er akkerinn, sem er evran. Það sé fullreynt með krónuna. Sko, við erum náttúrulega búin að vera að bísast við þetta síðan, já, hvenær kastuð við dansku krónuna. En okkur gengur betur undanfarin ár heldur en áður. Það er bati. Já, ég meina en raunvextin eru 5%, þeir eru kringum 5% og þeir eru kringum 1% í Evrópu. Og þú gerir engar athugasemdir við þessa stefnu Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrivaxta svona háum? Já, þú verður að gera til þess að ná niður verðbólgu. Það er ekkit annað í boði. En er ekki verið að keyra okkur ofan í hálfgerða stöðnun og kreppu? Já, það er nefnilega vandinn vegna þess að þú ert með svona óstúðamynd og verðbólgavendingar eru að fara upp. Hvað gerist þá? Það er bara eins og í Bandaríkjunum á 1970-80 þegar verðbólguvendingar fóru úr öllu valdi. Hvað þurfti að gerast? Jú, þá skipuðu Volcker sem að hækkaði vext upp í 18-19-20% þess að ná verðbólgunni niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þau höfðu ekki stjórn á væntingum af verðbólgu. Og í svona litlu hagkerfi
þar sem ekki traust akkeri, þá það hættan og mér sýnist það vera að gerast og ég held að geti verið mjög sársökafullt að ná því verðbólgumarkmiði sem við höfum sett okkur og það er akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko að hvað maður að segja upp á ensku að fríræti eða svona fá ókeypis far með þjóðverðunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika þeir svona fluttu inn trúveruleika þýska seðlabankans til Suður-Evrópu og það virkaði og það engin ástæð til að Síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu, þessu evrukreppa þannig að það ekki þannig að þetta hefur ekki verið happy go lucky alveg bara undanfarið 25 ár Já, ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evrusvæðisins hvort þið vilji fara aftur í óstöðugu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnæfandi meirihluti segir að þeir vilji stöðuleika. Já, það endar oft þannig í könnunum þar sem við verðum að spyrja svona Já, þá verið að bjóða fólki upp að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru. Já, það er bara eðli hagfræðinar að við búum bara í einni veröld þannig að þú verður ímynda hver hliðstæð veröld væri. En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins að þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það. Þau ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun. Það er eiginlega helst þú getur fundið þetta í Bretlandi Já, þeir eru náttúrulega bömmir en í Noregi þetta algjört að gekk bara upp það sem hagfræðingar höfðu spáð það var svona smá sko sumir voru með einhverja rosa ég bjóst ekkert við einhverju rosalegri kreppu þegar það myndi gerast þetta myndi bara vera svona eins og blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr London var orðin sko miðstöð fjármála í Evrópu en núna þetta alltaf flytjast og þetta svona smám saman að staðna. Það var bara í vikun held ég var einhver grein sem að vera að meta upp á held ég 8% landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu. Já, það maður sé tölur í dag. Og það er bara sko, og það er bara síðan líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem erfitt að leggja mat á. Herðu, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að við erum með krónu. Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaðir. Þú nefndir líka smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtækin og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annað slíkt hjá litlum fyrirtækjum, fyrst og fremst. Það ekki stóru fyrirtæki sem eru að... Já, sko, ég byggi það nú bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum, eins og í Bandaríkjunum, þar nýsköpunin helst á þessum litlum. Ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi en miðað við það hversu erfitt að fá fjármagn fyrir lítil fyrirtæki, þá get ég ekki ég bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur. Þeir sem eru að gagnrýna efnahag Evrópu benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona þann kraft í efnahagskerfið. Taki skýrslan fjallaði það. Hérna finnst mér einmitt verið oft að segja Evrópu, sko, tölum Svíþjóð og Danmörk. Það mjög mikið af nýsköpun þar til dæmis á sviði tölvu iðnaðar og megrunarlyfja og megrunarlyfja og svona í norðanverðri Evrópu. Svo þau lendi vandræður enda með að Danirni núna, þeir eru komin ódýrar lyf. Já. En sko, þú veist, ef maður myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd, það ekki hægt að segja bara í Evrópu. Mér finnst Draghi-skýrslan beraði svolítið keim að Mario Draghi ítalskur og það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leyti eigi sér rætu bara í aldurspíramíta þeirra þjóðar. Það mjög mikið lífstegum og mjög lítið ungu fólki. En ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að Evrópa sé bara einhver það er vandamál í Evrópu. Ég meina, ef við göngum þannig inn, ég meina það ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að það sé ekki nýsköpun þar.
ég meina að það bara aukast okkar möguleika til Það nýsköpunar. frekar líklega fólk að segja það, þú getur bara hort til Ítalíu og annar landin í Evrópu, að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja að hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunar og vaxtar í hagkerfinu. Ekki endilega við verðum eins og þeir, það er erfitt að finna dæmi Ég bara segja að það myndi auka okkar Íslendinga, okkar tækifæri við lægri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggja upp smærri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf. En það alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem að, og sko það að við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu. Hvað erum við að tala um að bæta í stofuna á? Við erum að tala um það að alla tollahindranir gangi vegi, að við höfum sem flestar farnar, hvað sem út af evrópska efnahagssvæðinu. Nei, en það samt, má ekki vanmeita þennan kostnað sem tollagjöldum, afgreiðslugjöldum og hversu erfitt að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem orðið helsta form smávöru. Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna? Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna? Ég veit nú ekki hversu stór hluti af innkomu ríkisins þessi gjöld mig grunar nú þessi ekki sérstaklega mikil sko, en ég kann því ekki að svara, en ég hugsa að ábyrgðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur, það sé nú bara almenn niðurstaða, en ég veit ekki hversu stór hluti hérna, en ég veist að sé eitthvað sem að við þyrftum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrannaríkin. En já, ég held það bara sé ekki góð leið til þess að, eins og Trump hefur hann ætlaði að útrýma öllum sköttum með tollum og það var nú ekki sérstaklega vel. Hann vísaði söguna, sagði að þetta hefði verið meira og minna svoleiðis fyrir 150 árum. Já, það var bara ekki rétt hjá honum. Ég fór nú eftir manni yfir þetta. Það var sko, minni mig við upp af Bandaríkjanna, þá var það þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þróunaríkjunum og það bara vegna þess að svo vanþróa stofnana umhverfið, en það auðvelt að taka gjald af þeim sem að koma í gegnum inn í hafnirnar sko. Það eru öryggissjónarmið og líklega eitthvað svona menningarsjónarmið líka í háskalegri heimi að velja sér þann hóp sem þú vilt tilheyra, býst ég við að hluta þessu. Síðan ertu bara með að evran væri myndi létta bara miklu álægi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smærri fyrirtæki. Og auka samkeppni vegna þess að sko fyrir fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem að reyna að leggja mat á hver krónan að fara þegar markaðan svona lítill. Það bara ekki þess virði. En til þess að fá þennan ávinning, að þá þurfum við að ná hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst, þannig að við missum ekki auðlindir okkar. Það væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmálafólki að gera samning sem að leiti til þess og það býst ég við að engum dytt í huga að gera. Nei. Og þá koma deilurnar á milli jáara og neyjara, að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til þess að ná betri samningum, en neyjararnir segja að það bara gleymdu því, það liggur fyrir sko sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki, það getur svona dæmi sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keypt upp Samherja og veitt fiskinn og fluttan til Baskalanda. Sko ég tek nú bara orð stækkunarstjóra ESB og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram. Þú þarft bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunarstjóra að þau séu full meðvituð sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undanþágur og sjávarútvegsstjóri hefur svipað lýst því yfir. En ég náttúrulega veit það ekki fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komið, en það sem samt líkilægt núna og það var að tala þessi vondu tími, nei, þetta nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman. Af hverju? Vegna þess að núna þessi staða í öryggismálum sem ekki mjög ljós, en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða olíumál
sko, þau hafa áhuga á okkur, en það hafa ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggi sem því fylgir að vera með stórt land í olíuframleiðslu innan sambandsins. Og það náttúrulega eitthvað sem að, sko, það mun skapa aukinn þrýstingur á Noreg að sækja aðild og við förum inn. Það hafa margir norskir stjórnmálamenn lýst í yfir. Þannig að þetta er mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leyti að og Bretar eru ekki inni núna, þannig að samningsstakur er mjög sterkt til þess að ná fram sérlausnum. En á hinn bóginn getur við snúðs við og sagt, já, hvernig verður samningsstað okkar eftir 10 ár? Og margir segja, já, erum við ekki bara með þetta allt með EES? Pítu, akkur þetta svona vissum að EES verði til eftir 10 ár. Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB. En akkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en nú? Vegna þess að þá versna samningsstað okkar. Hún er miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga á Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna. Og Ísland út af öryggissjónarmiðum líklega? Já, en það að Ísland fari inn, það mun hvetja Noreg mjög til þess að koma inn líka. Þú sér þá umræðum í Noregi, bara almennum umræðum, þannig að ég held að og það að sækja Er það raunverulegt að Noregur horfi eitthvað til Íslands? Ég meina Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna þessi bara 400.000 manns búa Já, sko, við sáum það nú bara þegar það farið í síðustu umræður. Hvað gerði Noregur? Þau gerði eitthvað sem við höfum reyndar átt að gera, settu saman nefnd sem starfaði 2 ár til þess að gera úttekt af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfi og komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væru í raun í gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna. Og hvað sjáum við núna þegar þessar umræður er stað að aðal sá sem var í forystu nei-hreyfingarnar var ekki, ég er nú ekki sérstaklega góð með nefn, var ekki Bondevík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu nei 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina sem að Ólafur Ragnar vinir Ólafs Ragnars eru að hlæja og skríkja sem að fáránlegasta saga sem ég hef heyrt. Hann sagði að við ættum að fara íslensku leiðina og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að það sko, En auðlindir hafsins eru bara lykilatriði á Íslandi. Má deila hversu vel við farið með það en ég meina það er bara stærsti hluti sjálfstæðisbaráttunnar að fara að ná yfiráðum yfir auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag. Þannig að Íslendingar mun aldrei samþykkja það að missa auðlindar frá sér. Og Evrópusambandið náttúrulega veit það. Já, en er þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar? Já, það er sem við fara að gera. Ætlið þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir eitthvað stakkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það. Já. En hann þarf að bera það undir 27 land. Já. Og það er nóg að eitt land segir nei. Já, það er rétt. Þannig að þú veist, það snýst það. Það snýst þessi atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki farið til Brussel og spurt, megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum. Og þá, það þarf að fara í gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist. Já, en þá segja sumir. Já, að þeir bara viti það. Nei, svo ég viti nú í Sigmund Davíð núna. Já. Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fái að koma inn. Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt að ná Íslandi inn vegna þess að það langar í olíuna. Að það setja breytið eftir og það er rangt. Það er rangt vegna þess að ef það er skýrt inn í aðaldasamningnum þá verður það orðarétt og með réttum hættum, þetta er ekki deilt. Og Ólafur Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á Sprengisandi okkar sérfræðingi. Ef það er sagt í samningnum að þetta verður okkar höndum þá að það er hlut af frumrétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki. Þar með við. Þannig að ef við fáum það sem hluta samningnum, þá er ekki þetta að breyta því eftir og það er bara ekki rætt. Það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessum að allir þurfa að samþykja.
Já, ef þú ætlar að fara að breyta reglum Evrópusambandsins. Það er verið að tala um það og reynslan til þess út af Ungverjaland og eitthvað fleira, hvort þau geti búið til eitthvað system, þannig að allir þurfi ekki að samþykkja. Það sé hægt að neyða sérstaklega smærri ríkin og þau sem komu seinna inn til þess að beygja sig undir vilja meirihlutans. Já, það þá að það þýtti að breyta frumrétti eða sem sagt frumreglum Evrópusambandsins þyrfti samþykkja. Þú kannast við að það eru umræður um þetta. Já, það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland. Þannig að það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér lið með Pútín og var að brjóta mannréttindi. Hann hrakti eina góða háskólan þar úr landi, var að loka fjölmiðlum, setja fólk í fangelsi. Hvað á að gera við slíkt? Hæstaréttardómara? Já, ég meina hvað á að gera Já, og var síðan að misnota neitunarvaldið Rússum í hag og þá spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur, það er náttúrulega vandamál ef þú færð einhver slík ef það komið slíkt rík inn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið bara víkjað úr bandalagi, ég veit það ekki en það er þaðan sem að þessi umræða kemur sem er raunverulegt vandamál og þú ert komin með einhvern sem er beinlínis að vinna með þeim ég meina Pútín sem að ráðast inn í Evrópu þá náttúrulega, það er vandamál en það kemur ekkert fiskveiðin við. En við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina að þá, ef ég skilði rétt þú varst að segja frá þessu, þá hefur verið svona jú, líklega verið betra fyrir okkur að vera inni en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess afstæða þín 97 já. En hún er ekki alveg svona í dag þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona, ég nú ekki þetta er ekki uppáhaldsefni mitt að gangi í Evrópusráðið en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður Já, sko, það sem breytti afstöðu minni dálítið mikið var grein sem ég skrifaði og sá hversu stór þessi vaxtakostnaður og setu það bara inn í hvaða hagfræði líkan sem það var ekki bara það að náttúrulega eitt náttúrulega, þú veist, skuldakostnaður unga fólk en það í sjálfsig bara tekið tilfærsla frá einum hópi til annars en síðan það hitt sem hefur með Þetta er mjög ósanngjarnt. Já, sem að, þú veist, það er pólitískt en samfélagið að vera að leggja sérstakar byrðir á barnafjölskyldur. Já, það er náttúrulega hræðilegt fyrir sig en bara sem hagfræðingur er bara að hugsa hagvöxt og bla bla og setja, þú veist, mér er alveg sama hvort að fólk auðvitað, ef ég bara held mig við, sko, en að vera með svona háan fjármagnskostnað, þá er það bara slæmt fyrir hagvöxt. Og ég hafði, ef ég á segjum fyrir ég hafði ekki innbytt mér mikið af Íslandi, þá hafði ég ekki áttað mig á hversu gífurlega háran og það vantaði svolítið inn í umræðan ef ég segi eins og í þessum upphaflegu greinum sem skrifaðar voru af Möndel og fleirum varðaði hver hagkvæmasta starf myndsvæðis. Þetta vantaði. En eitt er að við erum að bera saman til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku. Hún getur farið svo sem víðar. Þá er náttúrulega, það er ekki bara vaxtamunurinn, heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskar en okkar. Það er stærri hluti félagslegt húsnæðis. Það er ekki svona stór hluti bæði á markaðsvirði húsnæðis sjálfs og markaðsvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ræður hefur aldrei ráðið við að vera í slíku Já. Þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi Þjóðverjar eða Vín er náttúrulega gott dæmi sko. Jú, það er náttúrulega að Þannig að það sem leiðir ef þú lækkar vaxtakostnað á Íslandi þá bara tvöfaldast verðið á húsnæðinu það er reynslan hingað til. Já, ég held að nú ekki alveg kannski tvöfaldast en jafnvel þó svo að þú sjáir eins og við náttúrulega sama spáni þá jókst verðið á húsnæði en á sama tíma þá tvöfaldaðist líka bygging á nýju húsnæði vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar og það breyti líka ekki hinu. Það var reynda vitlaust húsnæði sem var byggt. Það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir. Það var bóla. Við erum með svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað. Ertu að tala um hérna eða Spáni? Hérna. Já, hérna. En það gerðist reynda, það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að það gekk svo langt. Og Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupa í húsnæði. Sko, það er alls konar leiðir sem hægt að fara til þess að bregðast við húsnæðisbólu.
og það eitthvað sem við yrðum að vera mjög meðvituð við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við. En sko, jafnvel þó húsnæðisverð hækki, þá má ekki gleyma því að það sem þá að gerast, að þú ert að borga þá, það gæti jafnvel hækka svo mikið, þú ert með sömu útborgun og núna undir króninni. En þá ertu þó að þú leggja fyrir sparnað. Stærsti hluti sparnað flest fólks húsnæði. En núna, þegar mestur hluti þessar afborgana ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað, þá við að taka þetta stærsta sparnaðarform frá fólki sem skiptir ekki síst máli fyrir lágtekjufólk þar sem þetta í rauninni að minnst í Bandaríkjunum þar sem við stúdera betur eina helsta sparnaðarform fólks sem liggur í húsnæði síðan þegar eldist á minnka vísi, þannig að sko jáfnvel þó að verðið hækkar þá húsnæðislán til þess að fjármagna menntu barnanna þá sko, jú, það getur verið en en það breytir ekki þeirri staðreind að þá ert að fjárfesta í einhverju sem þá ert að greiða af eign en ekki að fleygja peningum út gluggann og hvort að það verður tvöföldun ekki, ég efast nú reyndar að það yrði svo mikil en ég meina það bara mjög erfitt að spá það en hvað varðar, það alveg rétt, já það líka að húsnæðismarkaðurinn ekki nægilega góður og það var nú kvarta mikið undan því í borgarstjórnartíð bróður míns að hann vildi breyta þessu með því að fara í samstarfi verkalýðsfélög og þau gerðu það voru að setja kvaðir nýbyggingar að ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem væru Þær aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar umverulega meira afgerandi stefnubreitingu í húsnæðismálum. Já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar en ég meina verkalýðsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og það þarf að gera meira en þá þarftu náttúrulega bæði ríki og borg að standa saman í því. Eitt sem að Neyjar að segja að Íslandssagan þannig að var blómlegur tími landnámsöld og þjóðveldisöld. Svo mistum við sjálfstæði okkar, börðust fyrir því endurheimtaða og þegar okkur tókst það að það fór okkur að ganga vel aftur. Þannig að saga okkar þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum getum sjálf tekið ákvörðun framtíð okkar, framseljum þau ekki til erlends valds, að það sé lykillinn af því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi. Þetta svo mikil afbökun vegna þess að okkar sko, í fyrsta lagi það náttúrulega rétt að það að komast undan einokunarverslun Danakonungs var lykilatriði, það náttúrulega rétt en sko hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti. Hún framfaraskrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO, við fórum inn í EFTA, fríverslunarsamningum, síðan tókum við þátt í EES og með þessu höfum við farið út í að vera sveitarþjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar sko forseti Íslands sem helsti talsmaður núna þess að segja nei Það fyrirverði fórsti. Fyrir ekki þau. Það erfitt að gleyma að það sé ekki lengur. Hann var það í 20 ár, þetta var orðinn sýklu vani. En hann að tala um að þetta sé einhverju utbeygja. Nei, þetta bara beint framhald af því sem við höfum gert. Að taka þátt í vestrinu í samstarfi vestrænna lýðræðisríkja. Í varnarmálum, hann var á móti NATO, EFTA, EES, frjálsum útvarpsrekstri. Við værum væntanlega að tala í ríkisútvarpinu eða við fengjum væntanlega að komast af. En það eru margir sem hafa þessi sjónarmið í Íslandi. Já, en ég held að það sé, nei, ég ekkert að gera lítið úr fólki sem með önnu sjónarmið, en ég held að sé afbökun Íslandssögunar að segja að það að segja að það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefnu sem við tekið frá stofnun lýðræðisins. Það þvert á móti akkurat það sem við höfum gert. Þegar við komumst undan ægivaldi Danakonungs og var beinlínis bannað að vera í viðskiptum við önnur lönd nema í gegnum þeirra einokun. Það þannig sem að þjóðin komst til efna.
þegar Danir voru hersetnir af nasistum og við höfum bandaríski herinn hérna, þá var okkar barátta fólks í því að biðja Bandaríkjamenn hvort við mættum ekki lýsa yfir sjálfstæði sem tókst. Þú ætlar að vera á landinu fram yfir kosningar? Það hafði nú verið planið, ég lafði ekki átta með á þessum kosningum almennilega, en það líka við maður forðið sér. Nei, ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér er hérna fara í menntaskóla og ég reyna að hjálpa honum að gera bíbóla. Þú ert nú einn sá röggsamesti sem tekur þátt í umræðinni. Sem mér finnst furðulegt. Já. Þannig að ég fæði kannski að koma hinga aftur fyrir kosningarnar. Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað mikið af mér þykir rangfærslum sem eru sagðar aftur og aftur sama hversu oftar eru leiðréttar. Það er nú bara hluti að stjórnmála umhverfi við okkar tíma, ekki bara á Íslandi heldur. Við talaðum ekki í þínu heimalandi í Bandaríkjunum. Já, það er einmitt það. Það hefur svolítið hleypt illu blóð í mig að mér finnst umræðan hérna og ég ætla bara að segja hreint út af það er aðalega hendi neysina. Ég veit að kannski verði einhverju reiðir sem ég segi það, ég er ekkert að segja allir, en samtökin, þessi Áfram Ísland, og við tekjum þau samtök sem skipulögðu eru af hendi jásinni, ég hef ekki séð beinan misflutning gagna, en fólk má benda mér á það ef að þau séð það hjá þessari jáferðarhreyfingu, en hjá þessari neyrhreyfingu, ekki síst af helsta talsmann þess, eru skipulagðar upplýsingar settar fram sem búið að leiðrétta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og þetta bara afbakar alla umræðu í lýðræðis þjóðfélagi og er bara móðgun við þjóðina. Gauti, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur um Evrópusamstarfið. Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem ég er að, þetta er svona, þessi ásöngu bara hangir í loftinu, en það, ég mun reyna að koma því að framfæri við fólk sem er á því yfir áhuga á næstu dögum. Kom ekki að vera með það. En við ætlum að vera hérna áfram við Rauða borðið, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is